Dag einn vorkenndi Hinrik sér ósköpin öll. Stundum gat hann dregið lestar, en stundum fannst honum hann afar máttlítill. Ég sárþjáður og öllum sama. Þvættingur, Hinrik, hvæsti Jakob. Þú leggur ekki nógu hart að þér. Feiti eftirlitsmaðurinn talaði líka við hann. Þú ert of dýr í rekstri, Hinrik. Þú hefur fengið fullt af nýjum varahlutum og málningu en ekkert hefur gagnað. Ef við getum ekki lagað þig, verðum við að fá aðra eimreið í staðinn fyrir þig. Við þetta urðu Hinrik, lestarstjórinn og kindarinn afar niðurdregnir. Feiti eftirlitsmaðurinn beið á lestarpallinum þegar Hinrik kom að. Hann hafði tekið af sér hattinn og farið úr frakkanum og var í samfestingi. Hinrik komst í gang en kindarinn var ekki ánægður. Hinrik með lélegan ketil, sagði hann við feita eftirlitsmanninn. Hvernig sem ég kyndi kemur ekki nógur hiti. Hinrik reyndi eins og hann gat en ekkert gekk. Það var ekki nóg gufa svo hann nam staðar fyrir utan lestarstöðin hans Eðvarðs. Æ, hugsaði Hinrik, ég verð að fara. Æ. Það eina sem hann gat gert var að fara hljóðlega inn á hliðarspor og láta Eðvarð sjá lestina. Feiti eftirlitsmaðurinn og kindarinn héldu áfram að ræða vandamál Hinriks. Hvað heldur þú að það sé, kindari? Spurði feiti eftirlitsmaðurinn. Hann svaraði, ég held að kolin séu gölluð. Þau hafa verið léleg undanfarið en í dag eru þau verri. Hinar eimræðarnar ráða við þetta, þar ofninn stærri. Ofninn í Hinrik lítill og hitar ekki nóg. Fengi hann betri kol, yrði hann allur annar. Þau eru dýr, sagði feiti eftirlitsmaðurinn, en við verðum að gæta sanngirni. Jakob fer og sækir betri kol. Þegar góðu kólin komu voru kindari og lestarstjóri Hinriks afar spenntir. Nú skulum við sýna þeim, gamli vinur. Þeir röðuðu stórum kólamólum í hring og settu svo smærri móla á eldinn í miðjunni. Þið kæfið eldinn, kvartaði Hinrik. Sjáum til, sagði kindarinn. Hér verður komið mikið bál á hárréttum tíma. Og það var rétt hjá kindaranum. Þegar Hinrik kom á brautarpallinn, sauð vatnið í katlinum og hann varð að hleypa af sér gufu. Hvernig líður þér, Hinrik? Píp, blístraði Hinrik. Mér líður vel. Er komin góður eldur, lestarstjóri? Afbragðs eldur og nóg af gufu. Ekki setja hann inn met, sagði feiti eftirlitsmaðurinn. Ekki reyna of mikið á hann. Ég þarf ekki að reyna á Hinrik, allir ég þurfi ekki frekar að halda aftur af honum. Þetta var góður dagur fyrir Hinrik. Honum hafði aldrei liðið svona vel. Hann langaði að fara hratt en lestarstjórinn leyfði honum það ekki. Rólegur, gamli vinur, sagði hann, ekkert liggur á. Þau komu snemma á leiðarenda. Tommi kom másandi. Hvar hefur þú verið, leti haugur? Spurði Hinrik. Ég get ekki beðið eftir slórandi tógvögnum eins og þér, vertu sæll. Já, hérna, sagði Tommi við Önnu og Klöru. Hafið þið nokkuð tíma séð annað eins? Anna og Klara voru sammála að það hefðu þær ekki.